Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Já, komið sæl. Það var hæglætisveður hjá okkur í dag og ekki mikil úrkoma að finna í mælingum. En hititölur voru einnig með ágætum, fóru í 18 stig austur á Hallormsstað og við fengum svona sólarglennu nokkuð víðum land og það var með tali hér á höfuðborgarsvæðinu. En við sjáum á yfirlitskortinu að það er svona lægð yfir landinu eða lægðadrag og loftþrýstingur svona kannski í lægra lagi og þannig verður hjá okkur næstu daga. Við sjáum að þetta lægðadrag eða lægð svona staldra við allan til morguns og það sem meira er að við sjáum kannski meira svona markera svona úrkomu í þessu korti þegar líður á morgundaginn. Þannig að svona þjóðardagurinn að hann verður kannski svona aðeins blautar en það sem við höfum upplifað undanfarna daga. Og á hitasviðinu þá sjáum við að við erum í sæmilega hlýjum loftmassa og engar markverðar breytingar á því til morguns. Það er kalt loft sem að streymdi hér út á Atlantshafið suður af landi og það leita nú svona meira og minna til austurs fyrir sunnanland og ef við lítum síðan hér á nærsvið þá sjáum við að það er lítið að þrýstilínum í þessu korti, einhverjar skúrir hér í innsveitum sem eðlilegt er þegar við höfum lægðadrag yfir landinu en þurft að öðru leyti en svona kannski meira skýjað en minna og við keyrum hreyfimyndina og þá sjáum við að það verður nú svona meira og minna skýjað hjá okkur á morgun og þegar svona líður á morgundan þá förum við að sjá að svona flestir ef ekki allir landshlutar fá eitthvað skerf af úrkomu á morgun og vissilega verður nú vindur hægur nema ef við fyrir utan hennan suðvestanstreng hér með suðausturströndinni og þetta verður á staðan á morgun klukkan 14 og þjóðhátíðardaginn 17. júní. Við sáum hitatölur svona almennt séð á bilinu 6 til 12 stig, gætu svona slagað í 15 stig á Suðausturlandi þeirra best lætur og við búið að svona þessi hátíðahöld sem að verða haldin utan dyra á morgun þau gætu fengið allan að svona sumstaðar einhverja lítilsháttar úrkomu. En ef við sjáum síðan hvernig þetta þróast fram til miðvikudags þá sjáum við kannski að verður meira svona afgerandi suðvestanátt allan að hér sunnan til á landinu á miðvikudaginn. Úrkoman fyrst og fremst bundin þá við vesturhelming landsins, mun rigna þar á köflum, slitróttari eða jafnvel þurrt þegar austardregur og þar getur jafnvel aðeins sést til sólar og klukkan 14 á miðvikudaginn þá sjáum við hitatölur svona og þessa leið verða væntanlega 17, 18, 19 stig á Austurlandi en meira í kringu 10 stigin þegar vestardregur og við sjáum að svona á þessu að það er svona slitrótt rigning víða vestanvert landið og þetta heldur síðan áfram í rauninni fram á fimmtudag. Þegar svona líður á fimmtudag þá verður vindátt smám saman suðlægari hér vestan til á landinu. Það komur rauninni skil og lægð hér inn á Grænlandshaf og við sáum svona glitta í skilin hér rétt vestur á land á hádegi á fimmtudag. Þau mun setjum koma þá inn á suðvesturströndina eftir hádegi á fimmtudag og gefa þá af sér lítilsháttar úrkomu. Það verður nú ekki miklu magnið þó. En ætti að vera þá þurft að öðru leyti þó að sé nú að mestu leyti skýjað og síðan á föstudaginn þá ætla síðan að verða nokkuð kalt í háloftunum hjá okkur og við fáum myndarlega skúraklaka hér inn á vestanvert landið og svona suðvestanátt sem getur verið þetta þegar það stendur 5-10 metrar á sekúndu. Eitthvað getur ringt tíma á austanlands en það mun síðan létta til þar þegar líður á daginn. Hvað var það veður í Evrópu? Þá er svona veður í norðurhlutanum. Við fáum rigningu eða skúrir víða í vesturhlutan Noregs en það er háþrýstisvæði yfir mið-Evrópu, sólríkt þar og hiti svona á bilinu 25 til 30 stig. Skúraleiðingur á Ítalíu og það getur einnig verið inn til landsins á Íberíuskaganum til að mynda getur gerst þrumuveður í Madrid á morgun. Þar verður hiti tæp 40 stig og nær 40 stigum í syðsta hluta Spánar. Á Kanaríeyjum þá sjáum við það er hittað svona nokkuð vanalegt veður
hiti kringum 20-25 stig og sóla mestu leyti og endur síðan hér í Norður-Ameríku sjáum að það er víða þrumuveður í miðríkjunum sem og norður í Kanada. En seint og gott að verið sæl.